Herðu, Agnar Már Jónsson, framkvæmdastjóri Golfklúbbs Kópavogs og þetta Garðabæða, GKG. Velkomin í spjall. Já, takk fyrir það. Herðu, þið voruð að klára, já hvað, ansi glæsilegt þarna meistaramót. Spila í mikilli blíðu og hvað, hvernig gekk? Loksins voru veðurguðurnir okkur hliðhollir. Jú, þetta gekk vel, þetta var 30. mótið okkar og mikill fjöldi kylfinga, 450 manns sem tóku þátt í mótinu, þannig að þetta var heljarinnar mót. Og bara fullt, hefur þið getað komið fleirum að eða? Við hefðum þannig séð geta komið fleiri að ef við höfum haft okkur meira fram í markaðssetningun, en móti í og fyrir sig bara sprungið. Við gripum til þess ráðs núna í fyrsta skipti að vera með niðurskurð. Það var bara virkileg stemming fyrir því. Já, að vera í öllum flokkum þá? Hvað segirðu? Í öllum flokkum þá? Nei, í þeim flokkum sem spila á laugardeginu. Það er sérst annar flokkur og upp í meistaraflokk. Já. Það bara lukkaðist ljómandi vel. Það var mikil stemming. Það var annars vegar stemming náttúrulega að sjá hverju voru í efstu 3 sætunum. Svo var ekki síður mikil spenning að sjá hverju myndu ná köttinu. Já, þetta setur svona nýjan vinkil í raun dálítið á þetta. Mér finnst þetta sniðugt, já. Já. Keilismenn riðu á vaðið í fyrra og við komum núna í kjölfarið til þess að svona hugmyndinu þessi að það geti fleiri tekið þátt en til þess þá þurfum við að grípa til niðurskurðarins og já, bara virkaði mjög vel. Þannig að það er þá raun spenna á öllum vígstöðum. Bæða vera á toppnum og líka komast í gegnum niðurskurðin og allt þetta. Já, það er ekki gaman lengur að vera í einhverju miðjumóði. Það er stuð að vera á botninum og í efsta sæti. Já, allir að keppa einhverju. Já. Og betur, hverjir unnu? Auðvitað hægt að sjá úrslit allra flokka, ekki bara inn á heimasíðunni? Jú, það er með glæsilega heimasíðu. Já, það er hnappur bara sem hægt að sækja alla niðurstöður á öllum flokkum. GKG.is. Já, GKG.is. Þetta eru 20 flokkar sem keppa, þannig að þetta er alvöru mót. En það var virkilega flott gólfspil á Leirdalsvelli og sigurvegurinn í karlaflokki, hann Aron Snær Júlíusson, hann gerði sér lítið fyrir og setti vallamett á vellinu 63 högg og skákaði þar Axel Bó og Byggaleif, þannig að hann er komin hann skákaði hann að merkum mönnum. Það var svakalt að sjá. Spilaði fanta gott gólf, hann spilar samtals 12 undir pari og það held ég sé án efa lang besta skor í meistaramótum GKG fyrir og síðar. Þessi metringur hjá honum, það var skrautlegt að horfa á, skoða þetta skorkort hjá honum. Vá. Já, þetta var flott hjá honum og svo spilaði hann Sigurðar Arnar Garðarsson. Hann spilaði líka fanta gott gólf, hann kom inn á 6 höggum undir pari og var að spila virkilega vel. Og svo er það einn gutti í 3. sætinu sem er heldur betur efnilegur, 13 ára, Arnar Daði Svavarsson, hann spilaði á -1 í 3. sæti og leiddi mótið eftir fyrsta dag. Þannig að hann náði hann er 13 ára gamall. Hann var reynda 14 ára daginn eftir meistaramótið á sunnudaginn síðastliðinn. Þannig að við honum bara til hamingju með daginn. Það er aldrei glæsilegt. En hjá konunum, hver var klubbmeistari kvenna? Já, það var hún Elisabeth Sunna Skeving, hún spilaði ljómandi gott gólf, hún svona eiginlega malaði móti á 318 höggum. Karin Lind var í öðru sæti á 325 höggum og þar rétt á eftir var hún Katrín Hörn á 327 höggum. Og það sem er kannski dálítið gaman við þetta meistaramót líka er það að svona allir í verðlaunasætunum í meistaraflokki karla og kvenna, þetta er allt saman krakkar sem hafa alist upp í gegnum barna- og unglingastarfið okkar. Þannig að þetta er svona líka uppskeruhátíð fyrir okkur sem erum að standa í þessu að búa til þessa umgjörð fyrir krakkana geta æft sig að sjá það blómstra svona á vellinum. Algjörlega. Þannig að allir í skíunum með bara frábært meistaramót. Já, þetta var virkilega flott mót. Þetta var næststærsta mótið okkar frá upphafi. En
En það sem líka áhugavert það að það fækkaði, þó svo að það hafi verið örlítið færri heldur en í fyrra, það fækkaði körlunum, en það eykst ennþá hjá konunum, þannig að konurnar eru að sýna þessu móti meiri og meiri áhuga. Og svo það náttúrulega bara þannig, við sem spilum golf, það að spila golf í svona veðurskilyrði bara, þetta tvennt ólíkt að vera í rigningu og rugli. Já, algjörlega, og þú veist að vera að spila alvöru móti í alvöru veðri, það toppar það ekkert, og svo stemmingin í skálanum þegar þau voru að koma inn, við settum meistaraflokk kvenna og meistaraflokk karla sem 2 síðustu hollin, og þegar krakkarnir voru að koma inn í hús, þá voru 170 mann sem tók á móti þeim á svölunum með þvílík fagnaðarlæti og gaman að þessu, góð stemming. Já, bara frábært að heyra. En hvernig standið á ykkar klubbi? Ekki allt í bara miklum blóma? Völlurinn frábær og... Jú, það eins og aðri vellar á höfuðborgarsvæðinu, þá kom hann ekkert allt of vel undan vetri, en vallarstarfsmenn eru búin að gæla við hann og þetta allt að koma til og hann svona í þessu blíðviðri yfir meistaramóti, þá var mikill dagamunur á honum og hann bara að komast í toppform núna. Já. Og hvað framundan meira hjá okkur í sumar? Eitthvað sem þú getur sýnt til? Já, nú tekur svona þetta hefðbundna starf við, en við erum með unglingamót framundan, nettómótið, það verður í ágúst ef ég man rétt, við þurftum að fresta því. Svo eru ýmis svona opin mót og svo lokum við þessu náttúrulega eins og venjulega á hörku bændaglímu. Já, og það væntanlega þannig, menn ykkar klúbbur væntanlega orðinn fullur, hvað ertu með langan biðlista? Það eru svona 150 manns á biðlista og já, því miður það komast færri að hann vilja, en við höfum passað vel upp á það að yfirfylla klúbbin ekki, þannig að þeir sem eru meðlimir, það er þokkalegt að ná í ráðstíma hjá okkur, það skiptir miklu máli, en í ljósi þess að við gátum ekki spila golf, vantaði heila mánuð framan að þá eru allir golfsjúki núna og allir ráðstímar stútfullir. Já, en manni myndi detta í huga að kíkja bara morgun, það frekar heppið að maður ekki klútt með maður fá hitt ráðstíma. Já, sko, það er yfirleitt nú laust, sko, ef þú ert einn að spila, þá getur við fundið ráðstíma, 1 eða 2, en það er mjög erfitt að finna heila lausan ráðstíma núna þessa dagana, meðan veðurblíðan er svona góð og mikil ásókn. Þannig sem ég segi, bara gott hljóðið í ykkur í Kópavogi og þetta Garðabæ. Það er bara virkilega flott hljóðið í okkur. Hörðu, þá þakka ég bara kærlega fyrir spjallið. Takk fyrir það, vinur. Heyrumst, bless. Sem það, bæ.